framundan. Og ég veit ekki með ykkur, en ég fæ bara svona svolítið fiðring fyrir því sem að Guð að gera. Og ég spennt fyrir framtíðinni. Hversu gaman það að vera spenntur fyrir framtíðinni? Tækifæri að fá að eldast. I love it. En það sem ég vildi tala í dag að Guð býður okkur til veislu. Við tölum mikið í Smárakirkju að við þurfum að deyja sjálfum okkur. Og allt það algjörlega 100% rétt. Það algjörlega rétt. En leið og við deyjum sjálfum okkur að þá lifum við Kristi. Og vinir, munurinn á að lifa sjálfum okkur, að lifa Kristi, alveg heil mikill. Ef þið vilja einhvern tímann finna raunverulega gleði og hamingju, ef þið vilja einhvern tímann finna tilgang, ef þið vilja einhvern tímann upplifa sanna gleði, þá hún fólkin í Kristi. Hún ekki fólkin í neinu öðru. Og mér langar til þess að það sem skýrt í Smárakirkju, það veisla að fylgja Guði. Það forréttindi að fylgja Guði. Það frábært að fylgja Guði. Og ég skal segja ykkur það, ástæðan fyrir því að ég hef komist í gegnum mína dimmudali og þeir hafa verið nokkrir, út af því að ég hef átt bjargfasta trú á Jesú. Ég að segja ykkur það, þú ferð öðruvísi í gegnum kringumstæður lífsins. Það bara þannig. Þú ert aldrei einn. Það alltaf einhver með þér. Og hann heitir Jesú. Og hann ekki bara einhver, hann heldur jörðinu uppi. Hann skapaði jörðina. Hann skapaði þig. Og vitið það frábært að vera í liði með ykkur sem veit allt og getur allt. Og hann sagði, þið þurfið ekki að hafa neinar áhyggjur. Ég hef sigrað heiminn. Þannig í staðan fyrir að vera í einhverjum vangaveltum hér í dag, í einhverjum kvíða eða þunglindi, það óþarfið því að það býr í þér kraftur. Það býr í þér kraftur sem reisti Jesú Kristi upp frá dauðum. Hann býr innra með þér. Og þegar þú kýst að horfa þannig á lífið, að þá ferðu öðruvísi í gegnum kringumstæðurnar. Þú ferð sem sigurvegari í gegnum kringumstæðurnar. Það þýðir ekki að lífið geti ekki verið erfitt. Það rignir yfir réttláta og rangláta. Biblían 100% skýr með það. Við fáum öll okkar skerf af erfiðleikum. Við fáum öll okkar skerf af erfiðum kringumstæðum. Það enginn hér sem kemst fram hjá því að upplifa sársauka. Það enginn hér sem mun ekki upplifa einhvern tímann kvíða. Það enginn hér sem mun ekki upplifa einhvers konar erfiðleika. Ef þú hefur ekki upplifað erfiðleika, þá hefur þú hreinlega ekki lifað nógu lengi. Það bara hluti af lífinu. En ég með góða fréttir. Þú þarft ekki að fara í gegnum erfiðleikana einn. Þú ert með eitthvað með þér í liði sem vill halda þér uppi. Hann vill gefa þér aðra sýn á það sem þú ert að fara í gegnum. Og það sem meira hann vill kenna þér að lifa þannig að erfiðleikarnir setjist ekki á brjóstið þitt og halda þér niðri. Heldur þú fá kraft til að rísa upp úr öllum kringumstæðum og vera besta útgáfan af því sem Guð hefur kallað þig til. Má ég heyra amen. Og mér langar til þess að fara í nokkur ritningavers sem undirstrika þetta. Ég var að tala síðast örninn og í rauninni þetta líka predikun örninn þó hún sé aðeins öðruvísi. Og mér langar til þess að byrja hér í Jóhannesar Guðspjalli. Það var frábær. Jóhannesar Guðspjall, 11. kapla og 25. vers. Jesú mælti, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Og hann spyr Mörtu, trúir þú því? Og þegar þannig komið við sögu að þá Jesú loksins kominn til Betaníu. Hann að fara að hitta fjölskylduna Mörtu, Maríu og Lasarus nema hvað? Að Lasarus var mikið veikur og það var búið að kalla á Jesú og biðja hann að koma og eiga orðið hann og reisa hann við frá veikundum sínum.
Og Jesús ákveður að bíða átekta. Hann lætur nokkra daga líða og þegar hann kemur til Betaníu þá mætir hann fólki, Mörtu og Maríu, sem eru virkilega að upplifa mikinn sársauka því að Lasarus var dáinn. Og þau hugsuðu með sér, það engin tilgangur fyrir þetta. Jesús hefði bara komið á réttum tíma, þá væri Lasarus ennþá hér með okkur. Og Jesús segir þá þetta við Mörtu, hann segir, ég uppristan og lífið. Og það sem að Jesús var að gera hér, hann var í rauninni að sýna hver góðu fréttirnar eru. Hann var í rauninni að praktísera það sem að góðu fréttirnar gefa okkur og það lifandi trú, að við munum lifa þótt við deyjum. Og við þekkjum söguna. Þarna kemur Jesús og það allir niðurbrotnir og hann segir, farið með mig að gröfinni. Og þið getið ímyndað ykkur, Jesús fyrir framan gröfina og hann meira að grætur fyrir framan gröfina. Jesús var bara maður eins og við og þig. Hann upplifði líka sorg. Hann upplifði líka missi. Og hann grét fyrir framan gröfina og hann hugsaði, ég ætla að sýna þeim og allra augu voru á Jesú og þið getið ímyndað ykkur. Lasarus var þarna búin að vera dáinn í 4 daga. 4 daga. Hann var löngu orðinn stirðnaður og það var örugglega komið nálykt af líkinu. Fyrirgefið ef það ungbörn hérna í dag, en þannig það bara. Og hann segir, viljið færa steinin frá? Og þeir gerðu það. Svo stendur hann fyrir framan gröfina og hann segir, Lasarus, komdu út. Og við skulum bara lesa saman. Í Jóhannes 11:43, að svo mæltur hrópaði hann hárri röddu, Lasarus kom út. Lasarus kom út. Á hverju valdi Jesú ekki bara að segja, allir sem eru dánir, komið út. Það hefði nú verið uppsteitt á meðal þeirra. Nema hvað hann hrópaði nafn Lasarusar og hvað gerist? Lasarus sem bundinn í línklæði kemur einhvern veginn hoppandi út. Jesús vakti Lasarus upp frá dauðum. Og vinir, Jesús búinn að leysa þig, hann búinn að líka gefa þér þetta eilífa líf, rétt eins og gerði við Lasarus. Hann hefur gert það með andlegum hætti. Þannig að þegar þú deyrð, þá myndu ekki bara fara eitthvað, þú mynd fara í faðm Jesú. Hann búinn að kaupa lífið fyrir þig. En vinir, hann ekki bara búinn að kaupa eilíðina fyrir þig, hann hefur keypt nútíðina fyrir þig líka. Og vinir, þarna kemur Lasarus út. Og af hverju kemur hann út? Út af því að Jesú talaði það. Þegar Jesú talar, þá skapar hann. Hann endurvekur. Hann lagar. Hann bætir. Hann læknar. Og vinir, orð Jesús það magnaðasta sem að þú getur nokkuð tíman heyrt. Orð Jesú geta breytt kringumstæðu þínum. Orð Jesú getur huggað þig. Orð Jesú getur komið inn í hjartað þitt og veitir styrk. Orð Jesú það sem að skiptir máli í lífinu í dag. Og þú getur spurt orð Jesú en ég heyri ekki Jesú tala. Ritningin alveg skýr að orðið, að í upphafi var orðið. Orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús orðið. Og vinir, ef þú þarft eitthvað tíman að tala við Jesú eða fá huggun eða fá eitthvað frá drottni, þá þarft að lesa þetta orð. Þetta kraftur og þetta líf. Það ekkert þessu samboðið. Það ekkert sem að getur gert þig heilan eins og þetta orð. Má ég heyra amen? Og vinir, við þurfum ekki að leita langt yfir skamt. Það orðið sem að leysir þig. Það orðið sem að mun draga þig út úr glötun og gröfinni. Það orðið sem að setur fætur þínar á klettin. Það orðið. Og vinir, kannski ertu ekki búin að lesa orðið. Og vitið það, ég held að óvinni sé rosalega duglegur að halda okkur frá orðið Guðs. Af hverju? Því að það kraftur og líf. Það eitthvað sem að mun breyta lífið þínu.
Það eitthvað sem að mun valda usla í lífiðin og gera það verkum að þú fyrir að rata beinar brautir. Þú fyrir alltaf að taka á loft þegar aðrir virðast þrýstast niður á jörðina. Þá horfir þú upp. Þú fyrir að fljúga á vængjum sem örn. Það það sem orðið gerir. Og vinir, orðið, það var orðið sem að Jesú talaði, sem að vakti Lazarus upp frá dauðum. Og vinir, ég að tala til ykkar lífsbreytandi orð hér í dag. Og ég að segja, ef þú tekur við orðinu, þá hægt að reisa þig við. En vinir, þú þarft að opna hjartað. Þú þarft að taka móti orðinu. Þú mátt ekki láta bara loka eyrunum fyrir því sem að Guð að tala. Þú þarft að taka ákvörðun. Og vinir, til þess að eignast eilíft líf, þá þarft að taka ákvörðun með Jesú. Biblían segir, ef þú trúir í hjartanu og játar með vörunum. Vinir, hvernig þú játar og hvað þú játar skiptir máli. Og ég veit það skiptir svo miklu máli að við sem ekki að játa ykkur að tóma vitlis út. Að við sem ekki dragbítar og allt umhverfi okkar. Að við tölum líf en ekki dauða. Að við tölum upprissu en ekki niðurrif hvers konar. Vinir, Drottinn með okkur og hann vil kenna okkur ekki bara sem einstaklingum heldur líka sem kirkju. Hvernig við eigum að rísa upp og vera það sem að Guð hefur kallað okkur til að vera. Má ég heyra amen? Og þeir sem að sjá mig í fyrsta skipti, ég ekki reið. Ég reynda bara mjög glöð. En Guð góður. Orð Guðs öflugt. Það öflugt. Og þarna sjáu þið hvernig hann kemur út í líkblæjanum. Hann fastur, hann getur að labbað. Hann hoppar einhvern veginn svona út. Og þeir voru vafðir líkblæjum. Hann var dáinn. Búinn að vera dáinn í nokkra daga. Hugsið ykkur. Og fólki bara, what in the world? Þið getið ímyndað ykkur hvernig fólki leið að sjá þetta allt saman. Nema hvað? Að vinir, þegar hann labbaði út, þá var hann enn í líkblæjum. Og vinir, því miður, þá eru margir kristnir sem að taka móti Jesú Kristi sem sínu persónulega frelsara. En þeir losna einhver hluta vegna ekki við líkklæðin. Þannig að þeir geta ekki labbað eðlilega á göngunum með Guði. Og vinir, það svo mikilvægt að við leyfum Guði að losa okkur við líkklæðin. Þannig að við getum gengið beina göngu. Vinir, við eigum ekki að hoppa svona einhvern veginn í gegnum lífið. Þó þetta væri svolítið kúl að hoppa svona bara í gegnum lífið. Við eigum að ganga eðlilega. Og hvað meina ég með því? Varðandi líkklæðin. Jú, það oft þannig að þegar Guð frelsar okkur, þá getur verið eitthvað sem að naga í okkur ennþá. Kannski eitthvað synd sem alltaf að banka upp á. Kannski það aðstæður sem að þú búin að fara í gegnum og þú getur ekki skilið þetta eftir. Þá vil Guð hjálpa þér. Guð vil lækna þig. Guð vil hjálpa þér að rata beinar brautir. Og aftur, hvernig losar Jesú Lazarus við línklæðin? Hann segir við fólki í kring, losið hann. Og vitið það, þessi kirkja kölluð til að losa línklæði af fólki. Það bara þannig. Og ég skal segja ykkur það, ég veit ekki hvort það sé út af því að ég svo gleymin, en Guð gef mér eitthvað sérstakar náðagáfu að ég lifi ekki í fortíðinni, Guði sé lof. Og vitið það, við sem kristi fólk, við eigum að vera sérfræðingar, að horfa til framtíðar með von í brjósti. Og ég ætla að segja þetta aftur, við eigum að vera sérfræðingar, að horfa til framtíðar með von í brjósti. Má ég heyra amen? Það bara þannig. Og vinni, hvað eru línklæði? Það getur verið alls konar sem að setur í þér og einhvern veginn alltaf að banka upp á. Og þú getur spurt, hvernig losa ég mig við það? Með því að leyfa Jesú að tala inn í líf þitt. Með því að eiga samfélag við hinn hæsta. Ekki bara á sunnudögum, vinur. Því að þinn andlegi maður þarf að vaksa. Og vinur, andlegi maðurinn má ekki fá að borða bara einu sinni í viku.
Hann getur ekki dafnað eðlilega þegar hann borðar bara einu sinni í viku. Hann þarf að borða á hverjum einasta degi. Og vinir, þess vegna eru við sem öll kirkja að lesa saman Guðs orð. Því það skiptir máli. Má ég heyra amen? Halleluja. En förum hérna í Kólusubréfið. Minnst það eiga við eftir alla þessa ræðu. 2:13. Þið voru dauð sökum afbrota ykkur og umskurnar-leysis. En hvað gerði Guð? En Guð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrirgaf okkur öll afbrotin. Hugsið ykkur hvað hann búinn að gera. Vinir, við vorum öll dáin í syndum okkar. Rétt eins og Lazarus. En svo kemur Jesú og bankar upp á og við tökum við honum og við höfum lífgast. Í versi 14 þá stendur hann afmáði skuldabréfið. Þannig að það sem að þú búin að gera af þér, það sem að þú hefur syndgað, Guð búin að taka þau upp á krossin til sín. Hann tók og afmáði skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðin sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Er þetta ekki frábært? Og vinni, þegar hann búin að negla skuldabréfið á krossin, þá þýðir ekkert fyrir okkur að fara á krossinum og reyna að ná skuldabréfinu tilbaka til þess að berja okkur sjálf í hausinn með því. Það er neglt á krossin. Og vinni, þetta hefur með allar kringumstæður lífsins. Út af við förum öll í gegnum eitthvað. Vinni, það sem við eigum að gera, við eigum að vera fljót að fyrirgefa. Við eigum að vera fljót að kasta hlutunum bak við okkur og segja, Drottinn, ég ætla ekki að bera þetta. Þetta er ekki mitt að bera. Ég ætla að gefa þér þetta. Má ég heyra amen? Við erum með fólk sem eru bara algjörir sérfræðingar að bera hluti. Þú ert ekki kallaður til að bera þungar byrðar. Það er enginn kallaður til að bera þungar byrðar. Þess vegna segir Jesú, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og vinir, þú átt ekki að bera byrðina. Þú átt að leggja hana við fætur Drottins og þú átt að halda áfram í upprísu krafti. Af því að Guð er góður. Af því að hann hefur sigrað heiminn. Og hann býr innan með þér. Þetta eru frábæra fréttir. Halleluja. Í Filippibréfinu 2:16 þá stendur haldi fast við orð lífsins. Mér til hrós á degi Kris. Þá hef ég ekki hlaupið til einskisni erfiða til ónýtis. Páll að tala. Og vinni Jóhannes 6:63, ég ætla bara að henda nokkrum versum á okkur. Það er andinn sem lífgar. Maðurinn án hans megnar ekki neitt. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Þess vegna skil ég ekki, ef ég á að vera alveg hreinskilin, hvernig fólk getur gengið í þessum heimi og ekki þekkt Jesú. Annað sem ég skil ekki er hvernig frelsu Guðsbörn láta sér nægja að heyra einu og eina predikun til þess að koma sér í gegnum lífið. Vinni, predikan eru góðar. Sérstaklega þessi. Mjög góð. Ég er að grínast, ég er að djóka. Það sem ég er að segja er að predikan eru góðar. Og það er mjög mikilvægt að heyra predikun sem er full af eldi og full af krafti, full af anda og lífi. En vinir, þú þarft meira en það til þess að komast í gegnum lífið. Þú þarft persónlegt samfélag við Jesú. Það er ekki að fara að gerast með neinum öðrum hætti. Þetta er svona icing on the cake. Þetta er drifkraftur inn í vikuna. Þetta er til þess að halda okkur beittum. Við komum inn saman og við minnumst þess hvað Guð er búin að gera fyrir okkur. Og við fáum kraft þess að fara inn í vikuna og það er einhver kraftur í einingunni. Þegar við komum saman það er einhver sérstakur kraftur.
En þinn grunnurinn á öllu þínu lífi og ef þú vilt lifa sigrandi lífi þá það persónulegt samfélag við Jesú Krist. Og vinir, ef þú vilt losna við línklæði og því miður, það bara fullt af fólki með línklæði í dag. Þá þarf að heyra orð Guðs. Því aftur það var Jesús sem skipaði fyrir það að línklæðin skyldu tekin af Lazarus. Og vinir, línklæðin af þínu lífi mun ekki fara öðru í sinna að þú átt í einhvers konar samskiptum við Jesú. Þau fara þannig. Og vinir, ég vil að fólk hér inni rati beinar brautir, að það sé alveg skýrt að það upplifi þennan vöxt í Guði, þannig að það geti lifað og gengið beinar brautir. Ég vil það. Ég vissi að fólk ekki bara blífa heldur yfirblífa. Að bara lifa sigrandi kröftugu lífi, þannig að við sem ekki bara í rauninni, bara eigum fullt í fangi með okkur. Nei, við hjálpum öðrum til að vera besta útgáfan af sjálfu sér með því að vera í Guði. Það besta útgáfan af þér. Þegar þú deyrð og lifir Guði að vaksa. Má ég heyra amen. Halleluja. Hvað færði Lazarus til lífs? Orð Jesú. Því orð Jesú eru andi og þau eru líf. Þau eru andi og þau eru líf. Það ekki nóg, vinir, að eignast bara lífið í Kristi. Þú þarft að leyfa Guði að gera þig heilan. Það það sem að Guð vill gera. Hann kom til að setja saman brotin hjörtu. Og vinir, í gegnum lífið, þá fáum við brotið hjarta. Það bara þannig. Það eitthvað sem maður mun stinga því baki, það eitthvað sem maður mun gera eitthvað, það eitthvað sem maður mun segja eitthvað við þig, það eitthvað sem eitthvað mun gera þér eitthvað og þú mun upplifa það að þú ert með brotið hjarta. En ég hef frábæra fréttir fyrir þig. Jesús setur saman brotin hjörtu. Hann hefur sett mitt saman mörgum sinnum. Hann sá sem hann segist vera. Og það sem hann gerði fyrir mig, gerir hann fyrir þig. Hann ekki maður að hann ljúgi. Hann trúfastur og hann heilagur. Hann tilbúinn að gera þetta fyrir okkur öll. Má ég heyra amen? Og hvað gerist í kjölfarið? Lazarus þarna gangandi á meðal fólks. Og næst þegar Jesú hittir hann, þá veisla. Hann fer og borðar með Lazarusi og minnst þetta áhugavert út af því að það nákvæmlega það sem að Jesú vill gera fyrir okkur líka. Hann vill eiga samfélag við okkur. Hann vill boða okkur til veislu. Hann vill að þú labbir eðlilega og eigir eðlilega samskipti við hann. Því að þú ert heill. Ekki bara að biðja hann aðstoð, heldur að eiga samskipti eins og maður elskar konu, eins og kona elskar mann. Þú vilt vera nálægur þeim sem að þú elskar ekki satt. Það var svo skrítið ef allir vildi ekki hitta mig nema einu sinni ári. Þá var eitthvað að í okkar hjónabandi. Allir vill ótrúlega nokk hitta mig á hverjum einasta degi. Allir að lyfta upp höndum núna og hann að blessa Guð. Fyrir ykkur sem að sáu ekki. Rosa þakkláttur fyrir mig. Halleluja. En vinir, næsta sem gerist að það veisla. Og fólki kom ekki bara til að sjá Jesú, heldur Lazarus. Þeir höfðu heyrt þessa fregnir að Jesú reisti Lazarus við. Hann var dáinn og var orðinn lifandi. Og vinir, það það sem að Guð notar enn í dag. Hann notar vitnisburðinn þinn og minn til þess að slá hennu vitri kynróða með því að vera auglýsing gæsku hans. Ég verð að segja ykkur frá einu. Ég fer á hverjum einasta degi í ræktina. Svolítið ræktarsjúk, viðurkenni það. Nema hvað við erum yfirleitt 3 ár saman og við
við erum yfirleitt mjög glaðar. Það taka allir eftir hvað við erum glaðar og við tölum við alla og það er alveg verið að knúsa alla og með þess að þrifkonan er besta vinkona okkar og svona. Nema það er ein kona í ræktinni sem er yfirleitt ekkert eitthvað rosalega sátt. Hún virkar svona frekar svona, já, best að segja ekki neitt. En hún virkar yfirleitt svona ekki alveg í nógu góðu skapi og ég hef oft reynt að segja hæ við hann og eitthvað svoleiðis. Og daginn þá mætti ég ein og ég fer upp í búningsherberginu og er að taka að mér nema hvað hún lappar inn og ég segi, nei, góðan daginn. Og hún lappar svona að mér, hröðum skrifum, ég hugsa, vá, hún er að fara að segja eitthvað við mig. Hún er að fara að skamma mig eitthvað. Þá segir hún, ég veit ekki hvað heitir, en alltaf þegar hún kemur inn, þá breytist andrúmsloftið. Það verður svo miklu betra. Ég gat ekki einu sinni svara henni, ég var svo hissa. Og vinir, ég skal segja ykkur það, ég er yndisleg. Þú elskar drottinn. Takk fyrir mamma. Það er málið. Þetta er ekki einu sinni ég, þetta er drottinn í mér. Þetta er Jesú í mér. Og vinir, svona auglýsir Jesú. Þið vitið, það er fólk sem er búin að fara í gegnum eitthvað en komið hinum einn og segir, vitið hvað? Jesú læknaði mig. Jesú leysti mig. Jesú hefur reist mig við. Og vinir, það er það sem við notar okkur í. Við eigum að vera auglýsing. Við erum erindrekar Jesú hér á jörð. Við eigum að auglýsa ríki hans. Og vinir, þegar við gerum það, þá er alltaf virka eins og það á að virka. Má ég heyra amen. Við erum andrúmslofta breytara, segir Daniel. Veistu, það er rétt. Það er bara þannig. Og við eigum að vera það. Andrúmslofti á að breytast þegar við bara mætum. En við langar til þess að fara í Jakobsbréf, 1. kafla í versi 21. Og þetta eru góð orð. Hlustum á þetta. Leggið því af hvers konar sauruleik og alla vonsku og takið með hógværð á móti hinu gróðursötta orði sem frelsað getur sálur ykkar. Aftur, hvernig tökum við á móti? Með hógværð. Við tökum á móti orðinu með auðmýkt. Ég skal alveg segja ykkur það, manneskja sem er í hroka er manneskja sem getur ekki lært. Og stundum þurfum við bara að leggja niður allan hroka og taka við hinu gróðursetta orði. Og svo stendur í versi 22, verið gerendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess. Aftur, þið getið heyrt mig rausa hérna endalaust. Ég get sagt ykkur alls konar sögur, ég get sagt ykkur allt orð Guðs. En þetta verður bara þekking ef við gerum ekki orðið. En það segir að verið gerendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, alla svíkið þið sjálf ykkur. Því að hlýði einhverju orðið á þess að fara eftir því er hann líkur manni sem skoðar sjálfan sig í spegli, skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, verður sæll í verkum sínum. Og vinir, ég bara virkilega trúi því að þessi kirkja kölluð til að vera sæl í verkum sínum. Við erum ekki bara heyrendur, við gerum orðið. Að við svíkjum ekki sjálf okkur og við það er koma raunverulegir ávextir að líf okkar. Andrúmslofti breytist þegar þú labbar inn í hús. Af hverju út af því að þú er svo frábær? Já, þú ert alveg ágætur. En það er út af Jesú. Það er út af samfélaginu við gróðursett orðið sem er í hjartaðinu. Sem hefur áhrif ekki bara á þig, heldur allt í kringum þig. Má ég heyra amen? Amen. Mamma er að taka á móti. Og hérna lokum í opinberu Jóhannesar, í 3. kafla. Hérna stendur, ég stend við dyrnar og knýja á. Ef einhver heyrir raust mín og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum.
Jesú vill neita kvöldverða með þér. Hann vill bjóða þér í veislu. Það sem þú þarft að gera til þess að upplifa veisluna er að leyfa honum að losa líkklæðin. Þér er ekki ætlað að ganga hrykkjóta leið í gegnum þetta líf. Þér er ætlað að ganga beinar brautir, vinir. Og leið og þú treystir honum og þú treystir honum með öllu hjarta og þú leggur af þeirri breytni. Þú tekur af þér alla byrðir. Og vinir, hluta því, og ég bara undirstrika það bara rétt í lokin, til þess að taka af sér byrðir. Númer 1, 2, 3 hefur með fyrirgefningu að gera. Og ég ætla bara að minna ykkur á, vinir, fyrirgefning hefur ekkert með manneskjuna að gera sem að þú ert að fyrirgefa. Hún hefur með hjarta þitt að gera. Ekki ganga í gegnum þetta líf reiður og í biturleika. Á hverjum einasta degi lagðu það við fætur Jesú. Hann vill taka af þér líkklæðin. Hann vill fara í veislu með þér. En þú kemst ekkert langt ef þú ætlar að láta líkklæðin trufla þig. Hann vill ganga inn. Hann knýr á. Og þið trúið því, vinir, að það er fólkið inni sem að vill opna dyrnar og hleypa honum inn. Ekki bara í andrið, heldur inn í allt húsið. Leyf honum að taka þetta allt til. Leyf honum að laga brostnu vonirnar. Leyf honum að laga það sem hefur aflaga farið í okkar lífi. Rísum á fætur. Að við treystum Guði til þess að gera það verk sem aðeins Guð getur